Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn til mín. Gestur minn í dag er hún Halla Himintungl. Velkomin Halla. Takk fyrir Guðrún. En segð mér, af hverju ertu kölluð Himintungl? Já, það er góð spurning. Uh, þegar ég var tvítug, þá var ég voða mikið að skrifa ljóð fyrir sjálfa mig og svo náttúrulega hef ég alltaf haft gaman af tunglinu og krafti tunglsins og stjörnuspeki og ég lifði í þeim draumi að ég myndi einhvern tímann á ævinni verða rithöfundur og þau segja, já, það vantar mig nafn fyrir það. Maður þarf að hafa skáldanafn. Ok, Svo bara er ég ekki neitt rithöfundur en tók upp þetta nafn hjá sjálfur mér og það bara festist við mig og mér þykir mjög vænt það. já, ég skil það mjög vel og það er svolítið sko, þú veist, ef ég segi, já, hún Halla og fólk segir, ha, hver? Já, hún Halla Himintungl, þá veit allir hver það er. Já, Þannig að það er fest vel við þig og það er aldrei að vita nema ljóðinni eftir að koma út ef þú hefur verið að skrifa ljóð þegar þú varst yngri. það er aldrei að vita. Þau eru Ah, allavega til í skúfunni. já, það eru margir svona skúffur í töfundar og það er alveg spurning sko, það er hægt að birta ljóðir til dæmis bara á vefsíðinni. Já, það er rétt. Það þarf ekki lengur að prenta eins og eða gefa út bók eða eitthvað eða býða eftir að það séu komin 20 eða 30 ljóð eða eitthvað til þess að sé hægt að setja það út í eteri, það má bara setja það strax sko. Það er hér skemmtilega í dag sko. En Þetta er frábær hugmynd. já, er það ekki? Jú. Já, ég býð eftir að sjá hana á síðunni, að sjá ljóðuna á síðunni. En segð mér, ertu fædd í Reykjavík? Já, ég fætti Reykjavík á fæðingarheimilinu Já, og daginn sem ég fættist, það var 18. febrúar, þá var alveg gríðarlega mikill vetur. Fólk var að vaða skafla, sá hún, amma mín heitir mér, alveg upp í mitti. Þannig að það passaði dálítið vel við ef maður hugsa hvernig er veðrið daginn sem þú fæðist, sko. já, Það er svona, og svo var ég í Finnlandi daginn og þá var mér sagt að Halla þýðir táknar frost sem að kemur skyndilega og fer jafn skyndilega. Þannig að það er svona, tenging við veðrið eins og það var þegar þú fættist. Já, já, já. já. En ég þekki þið mest í gegnum nudd Mhm. af því að þú hefur verið að sérhafa þið með alls konar svona, hvað ég var að segja, sérnudd aðferðir, meðal annars eins og kviðnudd. Mhm. Hvenær ferðu að nudda? Sko, góð vinkona mín, við vorum svona mikið saman í andlegum málum kringu 95, 6, 7 og hún var svona leitandi, fór mikið til Ameríku og Hawaii og var svona að finna kraftana sína, kvenn og karlorkuna og þar fer hún í kviðnudd og hún kemur tilbaka og segir við mig, Halla, ég fór í kviðnudd, þetta er bara, ég sé þig algjörlega í þessu og ég var auðvitað bara mjög forundin, bara já, ég tengi það, en á þessum tíma var ekkert internet og ég var rosa mikið að leita, fann ekki neitt, það var ekkert til þetta á bókasöfnum eða neitt, þannig að þetta einhvern veginn bara svona, ég var alltaf með þetta í svona einhvern veginn aftar í hugarfylsnunum og svo flyt ég og er að vinna í Asíu og þá bara gjörðu svo vel. Þar kynnist ég yndislegu fólki og fer í Tao Garden upp í Chiang Mai og læri þessi fræði og já, þetta var bara svolítið eins og að koma heim. Þetta átti strax við mig og mér þykir mjög vænt kínverska læknisfræði, hún er mjög ólík þessari vestrænu en við skulum ekki gleyma þetta er 5.000 ára gömul fræði og margt gott í henni sem að hjálpar mannslíkamanum enn þann dag í dag. Já, já. Var þetta þá í Kína, Chiang Mai? Nei, það var í Tælandi. Tælandi, já. Já, ég kannast eitthvað við nafnið sem ég byrjuði þetta líka í Kína. Og varstu nokkuð að læra hjá Mantak Chia? Jú, ég hitti mitt hann. Nei! Hefur þið hitt hann? Nei, en ég hef stúderað mjög mikið eftir hann og hlustað á viðtöl við hann á YouTube og annað þess að hann er bara yndislegur. Já, hann er með mjög sterka orku, ef mér á deila,
að þegar ég var að læra og svo þarf maður að taka próf og svona alls konar, að þá ég gisti sem sagt í aðeins frá setrinu að því að mér langaði að hjóla á milli, mér er svo fallegt að hjóla snemma á morgnana þegar það er svona sólarupprás og svo borðaði ég alltaf á staðnum í Tá Garden. Málið er að einn morgunni þegar ég er að hjóla á staðinn, þá finn ég bara hvernig einhvern veginn svona orkan hækkar og tíðnin verður hærri og hærri og ég var bara svona, vá, það er eitthvað mjög spes sem að verður hér í dag, hugsa ég. Og svo bara kem ég parkera hjólinu og fæ mér morgunmat. Heyrðu, er það ekki bara masterinn sjálfur mættur og er að fá sér morgunmat? Þú veist, orkan hans, hún var mjög sterk. Ég fann, sem sagt, fyrir nærvera hans á leiðin á staðinn. Það var algjörlega magnað. Mjög sterk á okkur. Já, hann er enn við góða heilsu, hann er búinn að vera að kenna í bara, held ég, 50 ári eða 60 ári eða því hvað hann er. Já. Hann er ótrúlega, þannig að þú er lært bara að hjá hinnu mikla meistara eins og það stendur. Í hans búðum, þá voru svona leiðbeinendur sem að lærðu hjá honum sem að kendi mér. Já, hann er komið með kennara sem kenna það sem hann kendi á, þannig að það hann er komið með afsprengi af sjálfum sér. Já, annars er náttúrulega ekki hægt að reka svona miðstöð eins og hann er með, það gengur ekki, hann getur ekki komist yfir allt. Nei, og hann er líka bara mikið að ferðast með fyrirlestra, sko. Já, ég ger mig grein fyrir því. Ég hlustaði með það á síðast ég var að hlusta á hann, það var það á London Real, sjónvarpsstöðinni í London, og þar var hann að tala við þann sem er sjónvarpsstjóri þar og hann alltaf bara, hann er með allt svo akkurat, hann skrifa bækur, hann gerir svona, hann gerir svona og hann notar allir þessi fræði sem hann er að kenna og ég stúderaði bækurnar hans þegar ég var fyrst að var að opna betra líf, þá var ég að flytja inn bækurnar hans 89 til 94, þá er ég með verslunina og þannig ég átti fullt af Mantak Chia bókum sem því miður einhvers staðar horfnar í öllum þeim flutningum sem ég fari í gegnum og þeim bókagjöfum sem ég þurfti að fara í gegnum líka því að maður hefur ekki pláss fyrir þetta allt, sko. En varstu byrjað að læra nudd þegar þú fórst þarna út? Nei, ég var búin að læra heilun og bóentækni. Já. Og þannig ég var með þann grunn og og þetta er náttúrulega, þetta er ekki heilnudd, sko, en mér finnst í dag, þá finnst mér gaman því ég hef líka lært reiki og annað, mér finnst ofsalega gagnlegt að svona fer bara eftir í hvernig maður er að tengja við þann sem að maður er að hlúa að hverju sinni, hvort ég bæti við smá reiki, heilun eða einhverju bandvefslosun, þannig að mér finnst gott að kannski að setja svona þrennu í gang. Já. Reiki, heilun, viðnudd. Og þá tek ég oft líka, þú veist, sogaðnudd með, ég hef lært sogaðnudd og höfuðnudd. Það er frábært. Sogaðnudd er náttúrulega rosalega mikilvægt. Það er svo fáið sem gerir sig grein fyrir hvað sogaðkerfið er mikilvægt í okkur. Já, heldur betur og sérstaklega þegar maður er að vinna mikið með kviðsvæðið, að þá losna mikið í sogaðkerfinu. Þannig að það er svolítið mikilvægt að mjólka þess út fæturnar. Já, ég held ég hendurnar stundum. Í svoleiðis. Hvað er það, já. En það, af því að ég hef alveg upplifað sem sagt, reynsluna af kviðnuddi hjá þér og það hjálpaði mér rosalega mikið. Þannig að og ég rakst á því ekki síðast, þetta fyrir það að á heimsljósmessunni. Já, akkurat. Af því að það stóð kviðnudd á nafnspjaldinu þínu. Svo dásalegt. En ertu að vinna sem svona nuddari og heilari alveg bara í 100%? Nei, ég er að vinna sem heilari og nuddari algjörlega spari. Já, af því að mér finnst þetta vera, mér þykir rosalega vænt að nudda og gefa heilun, en mér finnst líka mikilvægt að þegar ég er að gera það,
að ég geti gefið mig alla af því. Þannig að ég tek mjög fáa á viku, kannski bara 5, kannski minna. Já, En að því að ég líka að vinna sem hjúkrunarfræðingur og í sumar ég að vinna á meltingunni en svo fer ég aftur á bráðamóttökunni í haust. þannig þú talar svona alveg eins og hjúkrunarfræðingur að tala við annan hjúkrunarfræðing. Já, ég er á meltingunni, svo fer ég bráðamót. Ég gerir ráð fyrir að það sé meltingasjúkdómadeildin eða eitthvað sem þú kallar meltinguna. Já, það er bráðalíflækningadeild líka, fólk er mjög lasið þar. Já. En já, ég er búin að vera á þeirri deild alveg í 5 ár og finnst mjög gaman að vinna þar. Já, frábært. En þú, áður en þú ferð inn í allt þetta, hvar varst að þvælast heiminn? Vá, og ég hef að svo stöldu komið til 75 landa, en verða viðurkenna að það bara sum lönd sem ég fer alltaf til aftur og aftur og aftur af því að mér þykir svo rosalega vænt þau. Já. Og núna ég að reyna að vera rosa skapandi og hugsa, ok, næst ætla ég að velja að fara í nýtt land. Ok, það eru nokkur lönd svona undir smásjánni. Já. Mér langar, ótrúlega nokk, þá ég ekki heimsótt Færeyjar. Það er alveg nauðsynlegt. Það eru yndislega. Jú. Það á listanum og í rauninni langar maður að vera með húsvagn þar og bara svona vera eins að chilla sko. Ég hugsa að það geti verið mjög sniðugt, en ég veit ekki alveg með gististæði. Ég fór í ferðanga ég bara fór þangað fyrir einhverjum sennilega 5 árum síðan og 5 eða 6 árum síðan og það var bara algjör upplifun. Þeir eru yndislegir, landið er yndislegt og við vorum alveg ofboðslega heppin með veður. Það kom bara þoka í hálfan dag. Já, ok, það er flott. Já. Ég sá mjög neðar. Já, þannig að þeir eru yndislegir. Þannig að þú þarft endilega að hafa þau ofarlega á lista. Með húsbíl gæti verið sniðulaust. Já, ef það er hægt að leigja það, sko, ég var að hugsa það. Já, en svo er náttúrulega bara hægt að fara með húsbíl með Norrænu. Já. Það er líka. Svo hef ég aldrei komið til Kanada. Það var eitt sem þegar ég var ung þá ætlaði ég alltaf að flytja til Kanada og ég hef aldrei komið á það ennþá. Það er mjög skrítið. Það er greinilegt, þú áttir ekki að flytja á það. Nei. Það er alveg hreint. En hvað kom til að þú ferðaðist svona mikið? Varstu í starfi sem að gerði að verkum að það var auðvelt fyrir það að ferðast eða? Já, ég vann hjá Atlanta í 5 ár, í 2 ár sem hjúkrunarfræðingur og svo var ég 3 ár sem inn á skrifstofuna þeirra í það sem heitir flugumsjón. Þá var ég svona bæði að setja flugin upp og eins að ekki með kísa og eins að var með svona kísan aðeins á tölvunni minni. Já. Smá athygli, hæ, ég sé þig, já. Já, bingo. Já, við vorum með ég sá að setja alla flugmenn á flug og allt svoleiðis og þá náttúrulega auðvitað fékk maður tækifæri til að ferðast mjög mikið en svo hef ég einhvern veginn líka bara verið í starfi sko í rauninni frá 2010 þá hef ég líka, það bara atvikaðist þannig í lífi mínu að mér er boðið að koma og vinna á svona lúxus svona spa í Asíu og einhvern veginn út frá því skapast eitthvað svona, hvað maður að segja, svona network. Já. Þannig að á tímabili þá er ég bara svona bókuð af bara mjög ríku fólki bara svona prívat og var að vinna fyrir arabíska prinsessum tíma í Sádi-Arabíu, einhverja auðjörfra, hinga og þanga heiminn, þannig að já, ég fór til ýmissa landa, meðal annars til Bútan sem að ég verð að segja að það er eina landið af þessum 75 að þegar ég kvaddi það, ég var að vinna þar í mánuð
þá fór ég að hágráta. Það eitthvað mjög sérstakt og fallegt við þetta land sem að ég get ekki útskýrt. Það eitthvað guðdómlegt við þetta land, ef ég má nota það orð, í þeirri merkingu að bara fólkið, náttúran, það eitthvað svo tært og ósnortið og leið gríðarlega mikil kærleiksrík orka allsstaðar. Kannski það bara hæðin, ég veit ekki, nú fór ég til Perú í ár, að það auðvitað allt öðruvísi orka þegar maður svona hátt upp í fjöllunum, en þetta var eitthvað bara á einhverju öðru leveli sem ég hef bara aldrei upplifað áður. Þeir eru í Himalaya fjöllunum, það ekki? Einhver staðar Jú. nálægt við Nepal. Já, og Timbuborgin til dæmis í 4200 metra hæð. Takk fyrir. Já. Og það sem maður lendir inn í Paró í 3200 metrum, þannig að þú veist, þetta allt mjög svona, hátt uppi, minnir að hæsta fjallið þeirra sé 7000 eitthvað metrar. Já, þeir eru þannig bara í háfjöllunum. Já, þeir eru rétt undir, sem sagt, Tíbet og fyrir ofan Indland, Norður-Indland. Já, einmitt, þá bara myndi ég kortið rétt í hefðinu, sko. Já, akkurat. Þeir eru alveg þarna bara rétt hjá Nepal og þar, Já, en með allan öll þessi ferðalög að baki, áttu uppáhaldsland? Já, þau eru nokkur, sko. Það klárlega Bútan. Mér þykir alltaf vænt Tæland. Það líka eitthvað svona, alltaf þegar ég kem það bara eins og ég sé að koma heim til mín. Það bara eitthvað nefn þannig. Mér líður alltaf vel þar. Ég hef mjög oft verið bara ein að þvælast, mér líður alltaf vel, aldrei hrædd, hjóla út allt í Tælandi, í Bangkok og í Norður-Tælandi og aldrei lent í vesinni, algjörlega mjög, sko. Frábært. Eitthvað annað, ekkert Evrópuland sérstaklega ofarlega á listanum? Jú, Sviss. Ég bjó í Sviss í 1 ár og mér þykir rosalega vænt Sviss og mér þykir vænt fólki í Sviss, þau svolítið lík okkur. Maður lengi að kynnast Svisslendingum, en þegar maður kynnast þeim, þá þetta vinir fyrir lífstíð. Þannig að ég ennþá í mjög góð kontakt við fólki mitt í Sviss og þú veist, við heimsækjum hvort annað og það bara dásamlegt. Já, yndislegt. En togaði Ísland alltaf í þig tilbaka? Já, og einhvern veginn núna finnst mér sko, að ég var að hugsa, liggur kannski leiðin bara til Suður-Ameríku, ætti ég að flytja þangað. Ég hef oft hugsað þetta. Og ég fór þarna í 7 vikna ferðalag til Suður-Ameríku núna í ár. Mér fannst æðislegt að koma þangað, en ég var alveg svona, nei, ég þarf ekki að búa hérna. Það kom mér á óvart. Ég hélt að ég myndi bara verða alveg bara, vá, ég ætla ekki að fara heim. En það var ekki svo. Svona, ég var hissa. Svo ég hugsaði, kannski bara eitthvað á Íslandi sem að vera meira að skoða og dvelja í. Ég allavega bara opin fyrir því. Já, ég skilja vel. Mér finnst einhvern veginn, ég búin að ferðast líka mikið, ég ekki búin að fara til 75 landa, ég held ég búin að fara til einhverja rétt 50 eða rúmlega 50, sem ég finnst nú bara vera töluvert mikið. Og svo búin að fara til 34 ríkja í Bandaríkjónu, þannig að það bætist við eins og það stendur. En sko, Ísland togar alltaf í mig. Ég sé alltaf það sama. Það loftið og það heitt og kalda vatnið og það fjölskyldan. Það eiginlega bara svolítið það sem að, og svo svolítið athyglisvert að því þú ert svo mikill heilari, bæði sem sagt, nuddari og meðferðaraðili og svo ertu hjúkrunarfræðingur, að í framtíðinni verið að tala að Ísland eftir að verða svo mikil heilsumiðstöð. Já, akkurat. Og ég sammála því. Ég hef fulla trú á því að og dreymir að mér skaman að sjá að það verið að búa til alls konar falleg svona, á maður að segja heilsuhótel eða eitthvað slíkt út á landi, núna í Þjórsárdal, hann inn í fjalli, minnst það geggjað. Einmitt að nýta þessi element sem við höfum hérna, þú veist, vatnið, loftið, þessar jarðhræringar, það rosa mikið eldsorka finnst mér hérna á Íslandi. Mér finnst líka bara, ef maður pælir í
landið mjög ungt, þú veist, eyjan 25 milljón ára gömul og ég finn alveg mun á því og væri gaman að heyra svona þitt viðhorf eða mat. Ég finn alveg mun ef maður að ferðast á Spáni eða einmitt eins og þú, ég komi líka gengi víða í hérna Bandaríkjunum, falleg náttúra þar. Það allt öðruvísi að vera þar út í náttúrunni heldur en hér heima. Hér heima, maður kannski labbar yfir Fimmvörðuháls eða bara á Þingvöllum og það einhvern veginn svona byrjar þetta mín upplifun, byrjar svona að dúa í mann eitthvað svona fiðringukraftur, breysleiki, auðvelt að einhvern veginn að klökkna og bara gráta og finna bara alls konar inn í sér. En þegar ég að labba erlendis þá einhvern veginn meira bara já, það dýrlegt hérna, en ég ekkert mikið að tengja kannski við tilfinningalegar upplifanir í svona einhverja svaka heilun, skilurðu mig? Já. Þannig að ég bara segja, mér finnst einhvern veginn, sko, það eins og, ég mæli alltaf með við fólk, ef þú ert á tímamótum í lífiðinu og býrð erlendis, komdu til Íslands og búðu til akkeri fyrir hvað þú vilt breyta í lífiðinu. Þetta staður fyrir transformation. Við bara, þetta land, það býður upp á umbreytingar. Já, ég alveg samanlega því. Það svo ofboðslega mikil orka og það ekki neitt svona, einhvern veginn, landi býður ekki upp á stöðnun. Akkurat, það mjög lífandi. Já, það svo mikil hreyfing, það svo mikil orka, það alltaf eitthvað að gerast. Það þó það séu jarðskjálftar eða hvað annað sem þá það búblar undir landinu, svo náttúrulega svo mikið að eldstöðum allstaðar. Við erum í rauninu bara á einu gríðarlega stóru miklu eldfjalli, sko, því að það eru eldstöðvar eiginlega allstaðar nema bara á Vestfjörðunum og kannski svona hluta af Austfjörðunum, sko. Já, á þessum elstu hluta landsins. Já. En sko þess vegna finnst mér harmonisera mjög vel fólk sem nú ætlum ég að gefa ráð, fólk sem finnst að hafa lága orku eða lítinn kraft, þá frábært að gera Qigong æfingar, helst 5 mínútur á dag, af því að orkan hérna, hún harmonerar svo vel við Qigong æfingarnar. Já. Og þú veist, það gefur líka henni ofboðslega miklu orku strax. Já. Þetta eins og að fá sér orkudrykk, sko. Já, ég verið að gera. Og það síðan ekki þreytt. Já, ég verið að gera svona æfingar og það ótrúlegt, sko, hvað þessar sem manni finnst vera auðveldar æfingar og annað þess áttar, sko, hvaða áhrif þær hafa og hverju þær skila á eftir, sko. Og ég lærði einmitt mjög mikið og gerði æfingar bara eftir bókunum sem Mantak Chia á sínum tíma. Já, æðislega. Og þær mjög gagnlegar og þú veist, þetta náttúrulega hægt að finna á netinu núna og það rosalega mikið á YouTube myndböndum. Þannig að ef fólk finnst auðveldar að læra í gegnum YouTube, þá bara googla Qigong og Mantak Chia masterinn. Já. Fullt af frábærum æfingum sem ég mæli með. Já, það og svo kom hingað til hans í nokkur skipti, hann Ken Cohen, hann var svona tai chi meistari og hann alltaf tók fjölskylduna í læri, það voru allir búin að læra einhverjar æfingar og svona. Svo bara spurning hversu maður hefur haldið þessu áfram, þess að ég segi, ef ég gerði á hverju degi allt það sem ég hef lært í gegnum tíðina, þá væri ég ekkert að gera neitt annað, heldur en að gera alls konar æfingar og annað þess aftar. En það hefur leitt til þess að maður sá sem maður í dag af því að maður hefur gert þessar æfingar og maður kann þær og maður getur leitað í þær aftur, minnst það vera svolítið mikilvægt, sko. Sammála því, algjörlega. Ég meina, ég breyti til, ég ekki alltaf með fasta rútínu, mér finnst hollt að breyta til sjálf persónulega. Já, ég held að það sé bara gott fyrir okkur allir. En segð mér að því þú ert nýbúin að vera í Suður-Ameríku, hvað stóð upp úr í ferðinni? Mér fannst standa upp úr náttúruna þarna, þú veist, það var auðvitað dálítið hægilegt að vera í Machu Picchu, en það voru líka aðrir staðir eins og Lake Titicaca og fleira, að sko, það sem mér fannst standa upp úr við vorum með æðislegan guide, hann Washington, Goshi,
sem ég mæli eindregið með fyrir alla að hitta og ferðast með. En sko, það sem að stóð upp úr að það er sögulega menjar sem við vorum að skoða og sagt að það væri kannski 600 ára gamlar, 800. Ég var að upplega að það væri miklu eldri, kannski 10.000 ára. Ég hef enga sönnun fyrir, en það var bara mín tenging við landið. Og svo var gaman að koma heim og grufla þessi og pæla bara okkur ég að upplega að mér finnst sumir staðirnir vera miklu eldri en sögubækur segja til. Að það eru til heimildarþættir á Netflix sem að það er mannfræðingur sem tekur viðtöl við alls konar vísindamenn og konur sem eru mjög mikið að rannsaka þetta og það eru einmitt svona komnar í ljós einhverjar niðurstöður sem að sýna fram á það að sumt af þessum stöðum er mögulega mun eldra heldur en þegar engarnir voru þarna. Og ég meina, ef við bara tölum um Nazca-línurnar, ég skoðaði þær, hvernig er hægt að búa þetta til? Ég meina, hvernig var þetta hægt? Ég er ennþá eitt spurningamerki. Ég hallast mjög að Erik von Däniken með bækur sínar hennar voru Guðni geimfarir og annað þess að það sérstaklega náttúrulega Nazca-línurnar sem er náttúrulega bara maður á ekki til orð þegar maður horfir niður á þær eru bara ótrúlega sko og maður bara býtur hvernig er hægt að búa til kólibrífugl fullkomlega sem næri yfir sko bara kílómetrasvæði með algjörlega eins vængjum í báðar áttir og stélið og allt samræmið sko að það og af því að þetta sást ekki frá jörðu niðri fyrir bara tiltölulega fyrir skömmu síðan og þeir eru að vinda ofan af þessu. Ég einmitt að skipuleggja ferð með Washington til Perú á næsta ári þannig að þeir sem hafa áhuga geta haft samband það er alveg æðislegt, þannig að það er 2026 er það vor eða hvenær það er vor, það er planað að vera komin til Perú 28. mars þannig að páskarnir fara inn í þetta þannig það er rosa þægilegt fyrir marga, það er ekki svo margir vinnudagar sem þarf að sleppa því það er það margir frídagar sérstaklega hjá okkur. Já, og þetta er góð tími, það er ekki of heitt. Einmitt, já. Og ég bara, sko, Washi hefur komið hingað til Íslands 2 sinnum og við erum góði vinir, hann bjó hjá mér. Dömurnar sem ég fór með út, við vorum 10 saman, það var bara, verði ég að segja, 0 flækjustig og það voru allir bara að missa sig yfir hvað þeim fannst hann dásamlegur gæt. Og svo er hann alltaf heilari líka, þannig að það er bara einhverja mega trít, sko. Já, ég sammálaði þér. Ég kynntist honum í seinni ferðinni, hann hingað til landsins og ég vissi strax þegar ég sá hann, ég á eftir að vinna með þessum manni, ég vissi ekki alveg hvernig, sko. Þannig og ég er náttúrulega búin að fara 6 sinnum áður til Perú, þannig ég þurfti ekki að fara til að skoða landið. En ég þarf samt að fara aftur tilbaka því að orkan hefur breyst og maður hefur núna djúpstæðari þekkingu og meiri svona, hvað ég segja, víðara vitundarsvið og ég er alveg sammála þér til dæmis þegar maður stendur og skoðar rústirnar við Sacsayhuamán. Þetta var ekki byggt á þeim 160 árum sem Inkar voru í Cusco, það bara getur ekki verið. Nei, ég er sammálaður, ég bara, þegar ég stóð þarna, ég var bara, nei. Og tæknin svo, þú veist, rosalega framsækin bara hvernig steinarnir eru settir saman og allt það og maður bara stendur og maður bara snertir steinana og maður segir bara, wow. Já. Með virðingu fyrir hverjum sem að bjó yfir þessari tækni, þetta er svona svipa á bara með píramítana. Já, algjörlega, sko. Og það nú heldur betur að koma upp upplýsingar eins og undir Kefer-píramídanum og... Já, ég meina við vitum í rauninu svo lítið, sko. Sammála þér, alveg, við vitum alveg rosalega lítið. Það er eitt partur af þessu, að það að opnast fyrir svo miklu meiri þekking, við erum alveg svona bara og svo miklu víðara, sko. Þannig að það svo skemmtilegt. En var eitthvað annað, ég alveg samanlega með bæði Machu Picchu og Lake Titicaca,
stórkostlegi staðir og mér þykir ofboðslega vænt Perú, en ég myndi ekki búa þar. Mhm. Það er sko, ég hef svona tilfinning að hafa þekkt landið Já, og verið þarna einhver tíman, en ég er ekki, á ekki heima þar í dag. nei, akkurat. Og fannst þér ekki athyglisvert að komast að því? Komst að því í fyrstu heimsókninni eða hvernig var það? Ég er ekki viss að það hafi verið í fyrstu heimsókn og þó ég bara man það ekki, mér fannst bara, ég fór til, sennilega hefur það verið annari eða þriðju, ég fór til Bólivíu líka, Já, þá keyrðum við frá Lake Titicaca og yfir til Bólivíu, yfir til La Paz já, og þegar við vorum að skoða Tiwanaku, rústirnar, þá fannst mér, já, ég verið hérna. já, Þannig það er svona bara þessi tilfinning sem að maður fær. já. Sko, mér fannst, það var einn staður sem að stóð upp úr, þar sem að við vorum bara hópin, það var bara engin ferðamaður þar og þetta eru svona, þetta er mjög náttúrulegur staður, kannski, já, það er, ég veit ekki hvernig það var til, manni líður eins og það hafi verið eitthvað svaka flóð eða eitthvað og þetta hafi svona einhvern veginn sundrast, þannig að þetta er eins og bara steinaskúlptúrar, bara maður er í ykkur svona gili og það er tvískipt orka þar, það er svona karl og kvenn orka og þetta heitir Tina og Jani og þar svona í rauninni sko rennur karl og kvenn orkan í eitt og við ómuðum þarna saman og það var einhvern veginn bara svona eins og maður bara ómaði inn í þessi orku staðarins. Þetta var svona draumkennd ástand sem að einhvern veginn svo bara fylgdi okkur út ferðina, eða allavega fyrir mig. Já, já. Mér fannst það bara algjörlega magnað, sko. Já. Ég er einmitt mjög spennt að koma í þetta umhverfi sem er svona svipað á Monument Valley í Bandaríkjunum. Já, Þetta er eini staðurinn í ferðinu sem ég er að skipuleggja sem ég hef ekki komið til áður. Já, ég hlakka til að heyra þína upplifun. Þessi staður og hérna eins fannst mér líka, nú er ég að reyna að hugsa nöfn hérna, það sem að var svona, hvað heitir það, úta, Vilka úta, já. Já, sem að dýra nýjum veruleika. Já. Þar var hann með svona ritual fyrir okkar á Vassi, það var líka algjörlega einhvern veginn mjög göldrótt stund og fallega heilandi. Já, yndislegt. Ég hlakka til. Ég hef ekki farið að, sko, ég hef í þeim ferðum sem ég farið, þá hef ég farið sem faristjóri fyrir hérna ferðir hjá bændaferðum og þetta var nú ekki verið kannski endilega að tengja það við hérna trú hérna innfættu mikið ferðirna sem slíka, en ég hef fengið sjaman til að koma og vera með serimóníu fyrir fólkið þegar það hefur verið frídagur, þannig að þá hafa þau upplifað aðeins hvernig serimóníur eru hjá sjamanum og hvernig þeir gera þær, en þess vegna er ég mjög spennt að bara vera að ferðast með einhverjum sem að hefur svona sterka tengingu við landið og elementin í landinu. Já, þetta verður æðislega ferð hjá okkur. Já, ég er alveg klára á því, þannig ég er bara mjög spennt, sko. Ég mæli svo með þessu, sko. Já, og svo er eitt staður held ég sem að þú hafir verið, hérna, þú hlýtur að hafa heillast af, og það var að því þú fórst í Bólivíu, var það ekki? Jú. Það er Túnildalurinn. Já, vá. Ég hefði helst til að sofa þar. Já. Við fórum þangað snemma morguns, algjörlega í bara dögun. Já. Það var enginn að það nema við. Það var alveg magical. Dásamlegt, já. Og svona, já, ég veit ekki, mér leið bara næstu eins og einhverja fígúru í hérna Múmínálfasögu eða eitthvað. Á skemmtilegan hátt, sko. Á skemmtilegan hátt, já, það er yndislegt, já. Þetta var alveg magnað. Alveg dásamlegt. Ef að fólk vil, nú skulum við snúa alveg úr ferðalögum og í vinnunum þína, ef fólk vil vera eitt af þessum
hvað séu, sérvöldu sem komast að í viku hjá þér í hérna heilun eða kviðnut, fæ ég þá ekki upplýsingar hjá þér sem ég get sett undir myndbandi til þess að fólk geti haft samband við þig? Jú, það er í rauninni bara langt best að fara inn á heimasíðuna mína sem heitir spiritualjourney.is og þar inn á er netfang sem er rosalega langt, en ef maður bara kópir á það þá er það ekkert mál. Það heitir spiritualjourneyiceland@gmail.com. Ég veit, rosalega langt. En á síðunni þá er bara hægt að senda mér e-mail. Já, en hérna, segð mér út af hverju ertu með Spiritual Journeys? Ég sem sagt stofnaði fyrirtæki í kringum nuttið fyrir 10 árum síðan, 2015, og svo náttúrulega er ég líka stundum leiðsögumaður og hver veit hvað framtíðin ber í skauti sér. En mér fannst allavega að svona andlegt ferðalag, þetta var svona þýðing á ensku, og það er oft þegar túristar eru eða ferðamenn eru að ferðast á landinu, þá sendaði mér þau vilja koma í heilun eða eitthvað, og þá var þetta bara svolítið grípandi, afsakið Íslendingar. En andleg ferð var sem sagt, það var ekki laust, svo ég bara gerði þetta á ensku. En þú ert búin að vera í andlegum málum bara síðan varst ung kona? Já. Síðan ég var svona, myndi ég segja, 25 ára, eitthvað svoleiðis, í 30 ár. Bara yndislegt. Yndislegt. Heyrðu, ég seti upplýsingar í fyrir neðan. Þakka þér ferðalangur fyrir spjallið og fyrir, og svo gaman og skulle hafa lært hjá Mantak Chia. Það er dásalegt. Já, ég er mjög þakklátt. Gaman að þú hefur verið með allar þessar bækur. Ef ég hefði nú vitað það, 91-2, þá veit ég ekki af þessu, þannig að það kemur alltaf allt á réttum tíma. Það gerir það, einmitt. Og þetta viðtal kom á réttum tíma líka. Takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir að bjóða mér og bara góða ferð til Perúguru. Takk. Og þið hinn sem eru að hlusta, ég bið ykkur með að smetla á like og subscribe og ég vil deila viðtalinu til þess að láta sem flesta frétta af þessu. Takk.